Eins og gefur að skilja ekki gaman að lenda í fordómum. Það getur verið algengt að fólk haldi að það sé bara nóg að leiða hjá sér, hætta að pæla í þeim og vera bara jákvæðari. En fordómar eru því miður svo margþættir að það mjög erfitt að ætla að nota bara jákvætt hugafar til að losna við þá. Það ekki huggandi að vera alltaf sagt að hætta bara að spá í fordómanum sem að maður lendir í. Það gerir lítið úr upplifun einstaklingsins. Við verðum að fá að segja frá þeim. Fordómar eru nefnilega ekki bara eitt og eitt atvik, heldur vefur atvika sem kemur einhvern veginn úr öllum áttum. Fólk sem verður reglulega fyrir kynþátta- eða menningafordómum og eflaust öðrum fordómum líka, þarf einhvern veginn að alltaf að vera á varðbergi og undir það búið að lenda í meiri fordómum. Það orðið vant því að fólk segi eitthvað hversdagslega fordómafullt, en líka undir það búið að fá haturskomment, níðyrði eða jafnvel eitthvað enn verra. Að verða fyrir og búast við fordómum er kvíðavaldandi, en þessum kvíða geta fylgt líkamleg einkenni, magaverkir, bakverkir og hausverkir til dæmis. Kvíðinn getur líka valdið reiði og tilfinningunni að tilheyra ekki. Sumt fólk upplifir þunglyndi á meðan aðrir geta leiðst út í andfélagslega hegðun og allt þar á milli. Þetta er pínu eins og að ganga um lífið og vera alltaf að búast við því að einhver ætli að dundra snjóbolta í andlitið á manni. Maður reynir að láta minna fyrir sig fara, getur orðið hlédrægari og er kannski óöruggari í ýmsum aðstæðum en aðrir. En það er samt ekkert algilt. Þegar fólk fær í ákveðna hvatningu frá vinum og finnst að tilheyra þá eflist það sem manneskjur og margir einstaklingar styrkjast við það. En það stoppar ekkert endilega fordómana. Og þess vegna er mikilvægt að allir, ekki bara þau sem verða fyrir þeim, leggi sitt af mörkum í baráttunni. Viðbrögð. Oft þegar fólk lærir um fordóma þá upplifir það alls konar tilfinningar. Sumu fólki finnst þetta mjög sorglegt og leiðinlegt en verða frekar leið og vonlaus yfir því á meðan annað fólk fer kannski að reyna að leita af ástæðum fyrir því að þetta geti bara ekki verið satt. En eftir því sem maður talar við fleira fólk af erlendum uppruna, þá sér maður að mjög mörg tengja við eitthvað eða alltaf því sem við höfum verið að tala um. Bestu viðbrögðin eru því að hlusta og viðurkenna að þetta sé raunverulega upplifun fólks. Það gerum við með því að berjast gegn fordómum og að gera það þá erum við í bandalagi við þá einstaklingar sem hafa upplifað fordóma. Hér eru nokkuð góð ráð sem þið geti gert sjálf. Að grípa inn í. Þegar þú heyrir niðrandi athugasemd eða fordómafullt orðalag, prófa að segja eitthvað eins og mér finnst þú ættir ekki að tala svona eða þessi orð meiða. Þú getur spurt spurninga. Stundum afhjúpum við fordóma fólks með því að spyrja einfaldlega af hverju sagðirðu þetta eða hvað meinarðu með þessu? Leið og fólk þarf að útskýra það, þá þarf það ofta að viðurkenna að það séu fordómar á bakvið orðin. Fræða. Útskýra hvers vegna ákveðin orð eða athugasemdir eru særandi eða móðgandi. Til dæmis með því að spyrja, veistu hvaðan þetta orð kemur og hvers vegna það er móðgandi? Þú getur tekið undir. Ef einhver annar talar gegn fordómum og þið heyrið það, þá er þetta að taka undir og segja takk fyrir að segja frá þessu. Ég er sammála, þetta orð ætti ekki að nota. Það er líka mikilvægt að vera meðvituð um sín eigin forréttindi þegar kemur að því að upplifa eða upplifa ekki fordóma. Þegar við erum að ræða um fordóma sem fólk með erlendar rætur upplifir, þá getum við sagt að fólk sem lendir aldrei í svoleiðis fordómum sé í forréttindastöðu. Getið þið núna nefnt dæmi um fordóma? Ja, við getum til dæmis ímyndað okkur manneskjuna Blær, sem er stundum strítt út af dökka húðlitnum sínum. Svo fer Blær út í búð og þá tala þeir ensku við Blær, þótt Blær tali alveg íslensku. Og svo heyrir Blær eitthvað fólk segja að manneskjur eins og Blær megi bara ekki eiga heima á Íslandi. Það finnst Blær mjög leiðilegt að heyra, því Ísland er landið þar sem Blær á heima. Allt þetta blandast saman og lætur Blær líða illa. Það fólk sem lendir aldrei í þessu upplifir ákveðin forréttindi í þessu samhengi. Það þýðir samt ekki að líf þeirra sé alltaf gott. Lífið hjá okkur öllum er miserfitt. Við erum ekki með forréttindi á öllum sviðum lífsins, en kannski einhverjum. Þegar við mætum sjálf hindrunum þurfum við ofta á því að halda að annað fólk sé með mann í liði eða sé ekki bara alveg sama um það sem maður lendir í. Þá geta kannski aðrir hjálpað okkur. En þegar við erum í stöðu sem er betri en staða einhvers annars, þá er það rétta í stöðunni að reyna að hjálpa. Þess vegna hjálpar það okkur öllum í baráttunni gegn fordómum mun meir ef fólk lærir um fordóma og stoppar ekki bara þar. Það er ekki nóg að læra og vita af þeim, heldur líka að gera eitthvað gegn þeim. Að hugsa um það sem maður gerir og segir, láta vita ef aðrir gera eitthvað eða segja eitthvað fordómafullt og reyna að nýta forréttindastöðuna sína til góðs.